Vindur og blakkir. Vindur, blakkir, taljur eða hvað sem við viljum nú kalla þær eru ein af þessum tækjum eða vélum sem hægt að nota til að breyta stærð eða stefnu krafts. En eins og í tilfelli annarra slíkra tækja eða véla þá er ekki hægt að komast hjá því að vinna vinnuna. Það er einfaldlega hægt að breyta hlutfallinu á milli vegalengdar og krafts. Hér sjáum við dæmi einfalda vindu. Það eina sem að þessi vinda gerir er að hún breytir stefnu kraftsins, hún breytir ekki stærð hans. Til að lyfta þessu lóði sem er 100 Newton þyngd þarf eftir sem áður 100 Newton kraft, en í staðinn fyrir að toga upp þá getur maður að toga niður sem auðveldar vinnuna vegna þess að þá getur maður notað aðdráttaraflið með sér og þyngd sína. Hér sjáum við hins vegar dæmi vindu sem er öðruvísi. Ekki aðeins breytir hún stefnu kraftsins, þannig að núna togar upp í staðinn fyrir að toga niður. Miðað við myndina áðan, þá er kraftstefnan önnur. En hér dugar 50 Newton kraftur til að lyfta 100 Newton lóði. Og ástæðan er sú að hinn endinn á bandinu er fastur við loft væntanlega og ber þyngdina með þér. Þannig að þyngd lóðsins helmingast, en vegna þess að ekki er hægt að losna við að vinna vinnuna, þá er það þannig að fyrir hvern metra sem þú togar upp, þá lyftist lóðið bara hálfan metra, því að vegalengdin helmingast líka. Og þetta er hægt að sannreyna með einföldum tilraunum. Á hinni myndinni, þar sem eru tvær vindur, þá hefur auka hjóli verið bætt við til þess að breyta kraftinum, stefnunni á kraftinum. Og það er það eina sem þessi seinni vinda gerir. Hún breytir bara stefnunni, þannig að núna getur þú toga niður og eftir sem áður þá er krafturinn sem þú þarft að beita 50 Newton til að lyfta 100 Newton lóði, en fyrir hvern metra sem þú vilt lyfta þá togaru þitt band niður 2 metra. Og til að vita hversu mikið krafturinn einfaldast, þá er ágætt að horfa einfaldlega á í hversu mörgum böndum lóðið hangir. Hér sést að lóðið hangir í 2 böndum sem veldur því að krafthlutfallið verður tvöfalt. Hér hangir lóðið ennþá bara í 2 böndum því að annað hjólið á þessari mynd er eingöngu hugsað til að breyta stefnu kraftsins en ekki stærðans. Hér hins vegar sjáum við dæmi lóð sem hangir í 3 böndum. Það eru 3 bönd sem hanga í því og það veldur því að hér verður krafturinn sem þarf 1/3 af því sem þarf af þyngd lóðsins. Þannig að til að lyfta 100 Newton lóði þá þarf maður bara að beita krafti sem er 33 Newton. En á móti kemur að núna þarf að toga 3-fall lengra til að lyfta lóðinu. Og hér er búið að bæta inn hjóli sem breytir stefnunni en hefur engin áhrif á stærð kraftsins, en hangir lóðið í 3 böndum og 4. bandið á myndinni lóðið hangir ekki í því, heldur er það notað til að breyta stefnunni á kraftinum. Hér sjáum við dæmi hvernig það getur litið út þegar maður minnkar kraftinn ferfalt. Lóðið hangir í 4 böndum og síðasta hjólið þarna gegnir því hlutverki bara að breyta stefnunni.